sæl, ég sé ekki framan í þig fyrir þessu, en þarna ertu maður. Ha? Já, þú sagði mér að færa þetta var svona ofalega, það hefur séð mig. Herðu, þú Já, ert komin inn í stúdíóið maður, já. 2 mánuði í röð. Já, Ha? og að frjósa og kulda, hvað er að fyrir alla? Ekki hérna. Já, mér bara, þú veist, búið að vera kalt síðan ég var frammi. Þetta æðislegt. Við erum eitthvað jólaleiki ár maður. Já, Við erum með alveg fullt af vinningu sem viljum að gefa okkur einum hefnum hlustanda, horfanda. ég er bara búin að vera alveg sveitt að safna þessu. Já, það. Já. Segðu okkur að frá því. Hvað er búin að vera sveitt að safna? Já, ég nefnilega bara setti því í það. Við verðum með einhverja vinninga hérna frá Seiðkallinum sem að verður eitthvað svona hotlustu dæmi. Við verðum með, Býtu, hvað er það? það eru bestu fæðubótarefni sem hún getur fengið, sko. Þau eru, Þess vegna vissi ég ekki hvað það var. þetta er nefnilega, ég er búin að vera að sjá auglýsingar frá þeim út um allt og hérna, Kolli Boxar var nú að tala um það, hérna, þú veist, einu fæðubótarefni sem ég prófa sem virka og ég hef verið að nota fæðubótarefni frá þeim líka sjálfur. Ok, Og ég er sammála í, þetta er svona gæðadót, í þessum heimi er náttúrulega alls konar 80% bull, ok. eða ekki? Bara ef ég vissi það, þá myndi ég taka undir þetta með þér. Svo verðum við með fyrir 2 í pizzaskólinu Grazzi, Já, það reyndar hljómar mjög spennandi. hótelgistingu hjá Alva Hotels, þannig að þú veist, það er þetta koma bara að vera á hóteli, fara í pizzaskólan og við erum hvergi nærri hætt, við erum líka með 50 króna gjafabréf frá einhverjum banka, ekki samt í búði bankans. Nei, Nei, Vildum að bjóða upp á þeir þessu. eru ekki að gefa neitt í þetta, kannski ættum við bara að láta þetta í pening. gæti gert það. Ef að, hérna, En má það? Má já, vera að nota nákvæmlega, það er peninga? orðið bannað Já. þetta að vera með pening, eða ekki? Já, ekki bannað, en það er svona, við erum að sigla í átt að því ef við leifum því að gerast. Já, og til þess að vinna í þessu, þá þarf Býtu, þú ert að gleyma? hverju? Pílu. Píla maður, já, svo hérna píla í snókur og púlstofunni Já, og, fyrir fjölskylduna. já, og svo er líka, hérna, samræðaspjöld lausnarinnar. Stokkurinn, góði. Og hérna, þannig að þetta verður hérna fyrir ykkur sem að verður búin að læka lausnina á vonráðgjöf. Já, Og- kemur þetta ekki inn á þessar helstu fréttaveitur hérna, við erum með hvað, Facebook, Jó, þetta kemur Instagram. þar inn og það þarf að væntanlega að læka þá færslu og svona það nærdragur og Já. það hjálpar ef þú ert búin að gefa okkur ummæli þáttun okkar, sko, hérna gefa okkur engun, það myndi hjálpa, sko. Þannig að fólk getur gert það þá núna þeir sem er ekki búin að Já, og eða deilt tættur okkur svona. En Ok. hérna, það er nefnilega að koma jól og hérna, það vil svo til. og eina ferðin enn er þetta að gerast Já, og jólin eru alls konar heldur betur. og við ætlum að vera með allavega tvo jólaþætti, þennan í dag og næsta þátt. Og Ok. mér finnst það svo óþægilt, sé ekki framan í því, sko. Hérna, tala þú aðeins. Viltu að ég breyti þessu? Tali ég aðeins, hvað ég að tala um. Já, sko, Nú myndi býttu, ég færa það þetta. ég ekki núna eitthvað að færa mig. Já, bara- Þetta er eitthvað, ég bara þetta er eitthvað við, sko. Ok. Ég er bara Svona, já, þarna ertu maður, nú Já. sé ég. Sko, hérna, það er eiginlega svona, við erum að gera þetta svolítið fyrir þessa, hérna. Já, þeir sjái- ok, þannig að ég er að tala að því að þú horfum myndavælna. Nei, en þú ert með þessa þarna. Þetta er vist bara alveg marga Já. kamerur, já. Já. Sko, þú slóst um út af lægin, ég ætla að segja eitthvað frábært um jólin, en Það er hérna, það fiskir sem ég slæði. nei, nefnilega ekki. Leifum mér að segja eitthvað frá því. Þetta er ekki fyrsta skipti sem þessi maður slær mig. Því Eisinn slóa mig, bara, þú veist, í alvöru, með hönd. Og hérna, þá vorum við ekki ennþá gift. Nei. Nei, þannig að þetta var ekki, slóðu ekki, ástu mín. ég er að segja þess að sögum. Já, segðu þú bara. Ég skal segja þessu. Sess að ég var að labba hérna fram hjá rúminu, það var svolítið þröngt þarna. Já, svona og bil. hvað? Og þú ert eitthvað að klæða þig úr skyrtunni og gerir eitthvað svona Já, og í mig, sko, slæðið í mig og það sem gerist er, þarna var ég bara, þú veist, tölvöld léttar enn í dag. Ég held að það verið eitthvað svona 50 kíló, ekki það var ekki svo mikið álaður þá. Nei, ég sagði það áður en við giftumst. Og þá kastast ég bara einhvern veginn svona upp í lofti.
og yfir og í ofnin og dett. Jesús minn. Já, þannig að þú byrjar á þessu. Já, þetta var, Ekki fyrsta ég skipti sem bjóð þú þetta til sjálfur. Þetta var alveg í boði míns. Já, en við mælum ekki með þessu, sko. Nei. Nei, alls ekki, en það var svona, mér brá, Já, en svo eftir á þetta pínu fyndið, þetta er skondissaga. þetta er það. Já, en hérna, og þú varst alls ekki reyna þetta. Nei. Bara svona taka svona aðalatrinn fram svo ekki fara eitthvað að hérna, snúa þessu upp í eitthvað annað en það er. Já. Heyrðu, jól, vinningar, verðlaun, þú varst að vinna verðlaun. Ég var að vinna verðlaun. Segðu okkur frá því. Og ekki smá verðlaun. Já, Ég bókið mér sem komur út á ensku, fyrir það sem ekki vita. og portugalsku og spænsku. Já, og verið að þýða hana á frönsku, þýsku, kínversku, Nei, japönsku, nei. ítölsku, mandarinsku og hollensku. Akkurat. 10 tungumál. Já. Þannig að, og svo var líka reyndar einhver að hafa samband við mig frá Nóri sem við tíðan á norsku. Út af hverju hafa samband við? Út af verðlaunum. Af því að þú vannst verðlaun, Já. segðu okkur frá þessu verðlaun. Þessi verðlaun sem sagt ég skráði hana í True Crime Non-Fiction hjá American Writers Association. Var þetta ekki flottur heimur? Jú, Já. bara alveg með þetta. Og ég fekk bara fyrstu verðlaun fyrir bókina Já, sem undraverður árangur fyrir eitthvað lítinn strák úr Keflavík sem ég reyndar hef fengið gríðarlega hjálp að búa til þessa bók bæði heima og erlendis og búin að vinna lengi að þessu. Þetta er náttúrulega búið að vera endurskrifað aftur og síðan september 2018. já, ég byrjaði september 2018 og það var rosalega góð tilfinning að fá þessa viðurkenningu á bókina og hún verður nú í sölu íslenska útgáfan. Hún svolítið öðru svensku, hún var eiginlega endurskrifuð svolítið á ensku en þetta nú sama sagan samt og sami sömu aðalpersónurnar. Já, en hún var stytt töluvert. Og stytt og svona, Og breytt. og svo breytt og alls konar sko. Þannig að það er ótrúlega spennandi. Hún þótti aðeins svo, já, Aðeins svo dimm. fyrir Amerikana. Já, og svo hún að koma líka núna út á hljóðbók á ensku inn í Audible. Ég að hlusta á hana núna í síðasta skipti. Ég held ég 2 kapletir. Það var mjög áhugavert að hlusta á þetta. Þetta er mjög skemmtileg saga. Skemmtileg. Svolítið erfitt fyrir mig að hlusta á hana stundum en Já, ég held að sé bara erfitt fyrir mjög marga að hlusta á hana, en það sem að þessi bók hefur gert, Já. það sem þessi bók hefur gefið mörgum þeim sem hafa lesið hana, sko einhvers konar, hvernig segir maður svona restoration á íslensku? Endurreisn og upprisa. Endurreisn og upprisa, já, fólk, sko, þú hefur líka farið með inn í fangelsi, ég veit við höfum talað um þetta hérna áður og hérna það ekki allir búin að hlusta á alla þætti. Með mig. Og þar var til dæmis einn fangi sem að bara gjörbreyttist. Já, og bara ótrúlega mikið það að fólk að lesa bókina og opna augun fyrir þessi leið út og opna augun að þessu, þú eigir afturkvæmt aftur inn í samfélagið. Já. Og fyrir þá sem eru með áföll eða einhvers konar fíknivanda þá þetta náttúrulega bara frábærasta jólagjöf sem við getum fengið. Hún verður í sölu á lausnin.is innan skamms. Æðislegt, allt að gerast. En við ætlum að tala um jólin og gleðina. Já. Í þessum þætti og svo ætlum við að tala um það sem erfitt í jólin næsta þætti. Það er nærtryggður. Það er næsti þáttur. Já, það er næsti þáttur. Okay. En það sko þessar hefðir sem að við erum með og erum ekki með og höfum ekki gert og kannski förum að rífast yfir í parsambandinu eftir hvað við eigum að elta, mína eða þína. Já, og einhver sagði konaðin hefur alltaf rétt fyrir sér. Já, það er einhver sem sagði það. Og það eru alls konar hefðir sem að í gangi og ég var nú að skoða hefðir og mér fannst ein ótrúlega skemmtileg sem að ég trúði eiginlega ekki. Það er sérst í Kína. Já. Nei, Japan. Japan, já. Þá hefð fyrir því að panta KFC á jóladagskvöld. Já. Og af hverju jóladagskvöld? Af því að það allir að vinna á jóladagar. Það sem sagt, þeir halda ekki upp á jólun eins og við. Nei. En þú farið sem sagt Kentucky Fried Chicken
Er það jóladagskvöld? Já, Ekki jóladagskvöldinu. aðfangadagskvöld. Já. Ég sendi á vinn minn, hann Mike Savga, sem að Já, sem býr hana Já, í Japan. og spurði að mér fannst þetta svo skrítið, Já. spurði þetta rétt. Hann sagði að það er nú ekki bara þetta, heldur færði hjá Kentucky líka strawberry shortcake Ok. og sushi með. Þannig að þetta er, sem sagt, þetta er þriggjarétta Já, heldur betur. jólakvöld, það er sushi, það er Kentucky og það er síðan svona strawberry shortcake í eftirrétt. Og ef að þú ert ekki búinn að panta nokkrum viku eins og núna, ef þú ert ekki búinn að panta þinn skamt, þá er það nú seint. Já, En þá er það uppselt. Já, og mjög líklega einhverju sem myndu gráta. Já. En sem sagt, við erum sérst með handrit sem við erum að fylgja Já. aftur. En þú samtir þetta handrit Já. og ég ætla að viðurkenna að ég er bara eiginlega ekki alveg búin að kíkja nógu vel á þetta. En veist, ég er samt með, ég meta bæði tölvu og ég meta útprenta, þannig Já. að við erum on. Já, og þetta er svona, nú er ég bara að tala um þessar hefðir þarna, svona skemmtilegar hefðir, svona skrýtnar. Þú veist, þar eru nokkrar þarna, þú veist, og mér fannst svona þessi vera eiginlega best af þessu, sko. Nema, svo er þarna í Katalóníu á Spáni, þá er ég með svona skíttréskubbinn, sem er viðartréskubbur sem er skreyttur með andliti og rauðum húfum. Og svo kemur fjölskyldan saman og lemur þetta. Og þá á þessi kubbur að gefa þeim gjafir. Ok. Það er svona, ég var ekki alveg, þú veist, hérna. Má ég lesa hérna yfirskriftina á svona fyrst? Já. Skrýtnustu jólasíður heims, bara svo það sem tekið fram. Já, ok. Og svo erum við með, þú veist, svona innilegustu og það er að setja, þú veist, skó undir glugga og setja, reyndar, í Hollandi setja hérna, hvað heitir þetta ekki, skóur heldur klossan út fyrir hurðirnar. Ó, það er hérna aftan á þetta. Já. Og í Filippseyjum þá koma fjölskyldur saman kl. 9 mótna í röð fyrir jól. Og þetta er kallað Simbamgabi og endar á sameiginlegri veislu og aðfangadagskvöld. Já. Sko, þetta með skóinn út í gluggann, ég reiknaði það dæmi ekki alveg til enda. Nei, ekki þú veist ekki þessi börn. Nei, ég er að segja það. Þú veist, ég var einu sinni með heldur bara, þú veist, ég man ekki, þú veist, hvað er 6 sinnum 13? Nákvæmlega maður. Þú veist, gjafir. 90 gjafir. Já, þetta er, þá hefði ég viljað búa í Bandaríkjunum. Ég hérna sem er bara einn jólasveinn. Já. Svo er svolítið fallegt í Noregi, sko, það koma fjölskyldur saman til að syngja jólalög og gangi kringu jólatrið. Þetta er svona samverustund þess að börn og fullorðnir taka þátt. Það er eitthvað við að koma saman og syngja. Þú veist, þegar við erum að koma saman til þess að syngja og það er alveg, það er svolítið málið, sko. Já. Hérna er eitthvað, ég verði til í þetta, en það, þú veist, ég hef alltaf sagt það, ég fættist öfum með netturum, þess vegna er ég með þetta, ég er ekki með þetta að þetta er flott, nei, þetta er alveg fínt að mér að gefa þetta, en sko, að því mér er alltaf kalt. Og hér kemur hérna, jólakransagerð, ég elska allt föndur, ég er sko handavinnukennari í grunninn, en þetta er í Bandaríkjunum. Hvar? Bara út allt, en þar myndi ég vilja búa helst svona einhvers staðar í Flórída. Í Bandaríkjunum safnast fjölskyldur saman til að búa til skraut eins og hanna sinn eigin aðventukrans. Þetta verður oft kærleikisrík sköpunarstund fyrir fjölskylduna. Við getum alveg gert þetta. Það er ekki komin að þetta. Já, við gætum gert þetta. Ertu til í þetta? Er aðventa bara núna á sunnudaginn? Það veit ég er ekki komin Við erum að fara ásatíð og stónleika og það er alltaf að gera. Já, ég er upptekinn. En sko, hérna, já, við getum það haft tvo, því ég er eiginlega búin að kaupa í einn og hann er svona pínu fancy að börn með eiginlega ekkert vera eitthvað fínt í því. Já. En það er verið hægt að gera tvo, það má alveg vera með tvo. Sko, það er rannsókn sem var gerð á hérna, af Fiesi og Tomoko árið 2001. Ok. Það hversu hefðir eru mikilvægar í að móta sjálfsmynd og styrkja tilfinningatengsl innan fjölskyldunar. Það er skapa samfellu og stöðuleika og veita börnum og fjölskyldum öryggi, aðalega börnum. Þannig að þú veist, ef við erum með eitthvað svona hefðir, þú veist, jólapeysu hefð, horfa kannski saman á jólamynd, þú veist, einu sinni í viku eða öll kvöldin síðustu vikuna eða eitthvað svona sem býr til eitthvað sem er fyrirsjáanlegt og gott fyrir börnin, samvera
það á að vera rosalega gott fyrir fjölskylduna og þannig að þetta veitir fyrirsjáleika og öryggi Já. og þannig að það er svona, ertu með einhverja hugmyndir eða svona, þú veist, árlega myndataka í jólapeysum? Já, við höfum alveg tekið eitthvað svona því að sko ég er ekki svo mikið fyrir að fara í kjól og háa hæla og svona. Vitið Það er það? þetta tróðar í þetta einstaklisunum. Já, en ég er meira svona, mér finnst gaman að hafa jól og það allir bara ykkur jólanáttfötum. Við höfum alveg tekið þannig myndir. Já, mér langar í eina hefð. Býta aðeins, ég ætla að koma mér fyrir í sætinu. Bringið. Ég, svona gjöf, svona kærleiksgjöf, að fjölskyldan saman gefi, þú veist, einhverjum sem að þarf á því að halda einhver. Svona gjöf góðvildar. Ég held að það sé ótrúlega fallegt. Við höfum alveg gert svo Við gerum þetta oft. Við gerum þetta heilvægt. Já, en eins og segið, það mætti gera það að hefð. Já, og svo er annað sem er svona fjölskyldu viðburð á dagatal, búið til viðburði, þú veist, Já. eins og við vorum spáðið að gera, fara með krakkan þarna, gera þetta, Já. fara niður á skautana, gera þarna, þú veist, í desember og svo er eitt sem að mér langar útrúlega prófa. Ég var í Brasilíu sem sagt og ótrúlega næs fólk. Er það góðveri eða er þetta því? Ég veit ekki, ég er ekki að sjá mikið lit í andlitinu. Nei, Ég er fatt að núna, ég er að teka því. Já, en ég, sem sagt, þar er rosalega mikil hefð, þú veist, til dæmis er með allir með svona te. Það er allir með eitthvað svona grænt te og hver fjölskylda á bara eitt bauk og svo eru bara með eitt rör. Svo eru allir bara að súpa úr þessu saman. Já, nei, ég geti Svo er og svo er rétt næsta og þetta er alveg, þú veist, það er svo mikið nándjöldli, en svo er annað sem ég fannst svo fallegt, það er, við fórum út að borða og ég bæði og ég smakkaði kjúklingahjörtu, þau voru bara mjög góð og þú voru alveg steinhissa að ég vildi prófa það, sko, en þá Ég veit kom bara svona ekki hvað við bakki borðum. sem var bara ógeðslega heit plata og svo var bara kjöt, kjúklingur, franskar, meðlæti í svona bara bitum og svo fékkstu bara prjón. Svo vorum við bara öll að tala saman í kringum bakkan, þú veist, og fá okkur einn og einn bit, eitt og eitt hjarta eða bita, þú veist, það var líka steik og alls konar. Og þetta var svolítið skemmtileg stemning, svona við mataborðið, tala saman og það sem að ég sá svolítið þarna úti er nándin í samfélaginu og það er miklu meiri heldur en eins og hjá okkur, sko. Sko, ég geti aldrei drukkið úr sama bauk og allir aðrir. Nei, pempja. Já, eða bara, þú veist, það er bara í alvöru alls konar sýklahættur og eitthvað. Já. En og líka hitt. En sko, ég veit ekki með þetta svona fullt af einhverju dóti, allt kjöti sett á borði, af því að sko, ég get verið pínu matsár. Af því ég er lengi að borða, ég er lengi að tyggja. Það er nóg. Já, ef það er nóg. Já, það er nóg. Já, það verður til í þetta. Það verður að vera nóg. En sko, að þú varst að segja, veistu einhverja svona hefðir eitthvað svona. Já. Sko, þegar við komum saman, þá vorum við náttúrulega ekkert, þú veist, ég held við bara ekki til að við erum með neina hefðir. Ég fór alltaf í jólaboð, þú veist, sem var bara í fjölskyldunni hjá mínum fyrrverandi, sko. Já. Og Þú voru ekkert verið að kíkja þangað? Nei, ekki verið búið en þá, en heldur ekki sótt eftir því. En sko, mér finnst þetta ekkert brjálæðislega gaman. Mér finnst skemmtilega að halda jólaboð. Já. Það skilurðu. Og Já, það er skemmtilega að vera heima þess, ég er sammála. Já, nei, bara líka gaman að fá fólk heim og gera og þú veist, ég er gaman að baka og eitthvað svona. En sko, þannig að þegar við komum þá var ekki fjölskyld til að baka okkur, en þú veist, þannig, við fengum þitt fólk heim, jú. Já. Við vorum eins og með, 20 eitthvað manns heima okkur, mannstu því? Já, það var COVID, sko, það mátti vera eitthvað 20 og við vorum 20 eitthvað. 21. Og af því við tókum okkur einn sem hafi verið nýskilin og það bara kom ekki til greina einhverjir einn á jólunum, þannig að við bættum við. Sko, en það sem við gerðum eitt sinn og ég væri alveg til að gera það aftur ef við finnum eitthvað svona skemmtilegt, að við keyptum eitthvað svona tölvuleik sem við spiluðum bara. Það var brjótast út af fangelsi. Auðvitað fannst það gaman.
en þetta var það skemmtilegt. Já, þetta var gaman. Og þú veist, maður klára þetta ekki strax, þannig við þurftum að gera eitthvað annað og koma Já, aftur ég að er til í þessu. þetta, gerum þetta aftur. Já, þá voru að finna einhverjum skemmtilegan leik. Ég var alltaf með, nefnilega, ég fattaði það ekkert fyrir ég fór að vinna með mig, sko, en ég keypti mér alltaf tölvuleik á jólunum. Ok. Ég skildi aldrei að hverju, sko, en það var örugglega bara til þess að vera, þú veist, að flýja einhverja gamla minningar, sko, þetta hans inn í tölvuheiminn. En ég geri það samt ennþá, en ég detti ekki alveg inn í hann, skilur. Með mig. En Flýgur þetta, hérna, En svo er það væntingarnar var svona bara. gaman. Væntingarnar á jólun. Veitu, hvert þetta komin í þessu Bara plani? 2, sko. Ok. Þannig að, Já, vá, við erum búin með svo mikið. Heyrðu, Já, já. ok, ég er hérna. Já, að stjórna væntingum. Þú veist, hvað væntingar höfum við til jólana? já, Er þetta heilbriða væntingar? Er þetta óheilbrigt? Þú veist, er þetta kröfur úr samfélaginu? Er þetta kröfur fjölmiðla, samfélags? já, bara þetta, þú veist, að jólin þurfa að vera einhvern veginn, að því einhver Fullkomin. segi það. Fullkomin. Já, mér, svona, þú veist, einmitt þetta voru að borða á slæðinu 6, Já. eins og jólin búin. Nei, veistu það, að þetta, að þú nefnir þetta, þá ætlum ég að segja, að ég hef fengið marga tími sem hafa sagt sko að það var svo mikið streita og það var svo erfitt af því að það varð allt að vera tilbúið klukkan 6 og ef það var ekki tilbúið á slæðinu 6, það var bara öskur, þú veist, það var bara, þetta eyðilegur alla stemningu. Já, Sko ég segi bara, takið bara alla klukku niður. já, og sko, það er nú til, þetta efnislega, sko, það er til rannsókn með það, frá Kasser og Sheldon, frá 2002. Þeir sýna fram á að efnisleg gildi draga úr hamingju. Já, Þú veist, að einbytta sér að innri markmiðum eigur jólánu, einhverju, þú veist, tengslum, hafa gaman, búið til minningar, mhm, þú veist, og þeir sem einbytta sér að því, af hjartanu, basically, tengslunum, tilfinningunum, að þeir upplifa bara meiri ánægju af jólunum, heldur en þeir sem eru að spá í að allt sé upp á 10. já, ég held að sé bara alveg rétt Já. og ég er ekki svona viss um að þurfum eitthvað rannsókn til að vísa í, þú veist, að Nei, nei. það, þú veist, hvað snúast jólin? Bara, þú veist, er ekki bara um fjölskylduna, að tengjast og Jesú Krist og fagna því. Jú, ég meina, þú veist, þetta er fjölskyldan, þú Já, veist, þetta er tengsl, þetta er að koma saman, þetta er að vera saman já, og af því að þá, sko, og þegar ég segi fjölskyldan koma saman, vera saman, að þá meina ég náttúrulega það þarf að vera í, þú veist, í heilbrigðu umhverfi, jú, skilurðu, og það skapar velíðan já, og býr til endorfín, oxytocin, dópamin, serótín, þú veist, öll þessi jákvæðu boðefni og þess vegna er svo mikilvægt að nýta þennan tíma til að tengjast og sko við erum nánast búin að öllu, við erum bara eftir að skreita, eða ekki, og kaupa hvað, 3 jólagjafir, eitthvað leys. já, Við erum bara búin að þessu, ég er með þess að búin að pakka svo inn, sko. Því að, Köpum þetta yfirleitt í svona árið. já, því að þetta er streita Já, og, það er ekkert verið að vera eitthvað í kringlun að leta jólagjöf á Þorlák, sko. nei, ekki nema að sé bara að fara að sækja einhver eina, maður veit nokkurn veginn hvað maður er að fara að gera, 1, 2, 3 ár, allt er góði, en maður veit hvað maður er að fara að gera ef maður ætlar að njóta þess. En maður er ekki að hlaupum að því að þú veist maður er á seint, það er bara streita og þetta á ekki verið tími streitu, sko, ég velti því fyrir mér, sko, hvað er mikið að gera hjá sjúkraflutningamönnum í desember, þú veist, bara Já, fólk að fá fyrir hjartað og eitthvað, það verður áhugavert að vita. svo er líka bara þetta, þú veist, þetta samtal, skilur, eins og, þú veist, hverju vera hjá okkur, þú veist, og hvernig ætlum við að hafa þetta, þú veist, hvað langar ykkur að borða, hvernig viljið þið hafa jólin, þú veist, og það er bara ótrúlega flott og þá er ekki einhver með einhverja væntingar að hlutirnir eiga að vera einhvern veginn, sko. Það minnkar streituna. Engin spurning og jólin eru hvað, hátíð allra eða ekki, ekki bara mín og þín, Jú, en það börnum líka. Já, einmitt, þetta er alveg mjög áhugavert. Þetta er hátíð barnanna. Já, fjölskylduna bara, Já. en þú veist, en maður má ekki gleyma börnunum og hvað viljið þið, að því minni eins og inn á okkar heimili að þá eru nú nokkuð margt mannin og ekki allir sem fíla að borða það sama. Nei, við erum bara með meira mat á.
Já, það ekki allir hrifnir af hérna humarsúpunni sem ég enda skil ekki, mér finnst hún æði, en skilur við, það er ekki allir hrifnir af því. Og hérna, og sumir vilja sína hamborgarhrygginn á meðan að við kjósum meira svona eins og hreindýrastek eða nautakjöt bara. Já. Þannig að við erum bara með bæði Já. til þess að gleðja alla. Já. Og svo eru sumir sem vilja hafa gesti og aðrir ekki, þannig að við erum með dagar sem eru ekki gestir og svo erum við dagar sem eru gestir. Akkurat. Þannig að þetta er ég sko, það er ég sem með þess, ég nenni ekki að hafa fullt af fólki þarna. Já, þetta, ég á þetta. Svo er þessi ágreiningur og svona þessi fjölskyldu tengsl í kringum jólin, sko, þú veist að ná að aðgreina sjálfan sig frá og við erum ekki, þú veist að búa til togstreitu þar sem að þriðji fjölskyldumeðlimur dregst inn í og þú talar þriðningin. Já. Nú veit ég hvað þú komin hérna í jóli, hvert þú komin? Já, þú veist að aðgreina sjálfu okkar, þú veist að aðskilja mínar eigin hugsanir og tilfinningar frá öðrum í fjölskyldunni. Þótt að ég líði einhvern veginn að upplifa eitthvað, þá er ekkert allir að upplifa það. Skilur, það er ekkert allir að farast og stressi út að ég sé að brenna jólasósuna, sko. Ég þarf ekki að setja heimil á liðin út af því. Nei, og hérna Fáum bara barbekjusós með steikinni. Já, við getum gert það. Og nei, en þetta er alveg rétt, af því að sko, hérna stundum gerist það í fjölskyldum að það verður ágreiningur á milli fjölskyldumeðlima og hérna þetta sem þú ert að tala um, þetta fjölskyldukerfi og það, hérna þessi tengslu, þessi þrýtingu, þetta er báin. Og hérna báin sem sagt er með þessa kenningu að sko hann leggur áherslu á aðgreiningu sjálfsins sem hún varst að tala um. Já. Þennan hæfileika til að aðskilja eigin hugsanir frá öðrum og tilfinningar frá öðrum fjölskyldumeðlimum. En sko stundum gerist það að mynda svona þríhyrningar inn í fjölskyldukerfum. Það sem einhverju tveir deila og það er einhver annar dreginn inn í það. Og ég hef nú fengið nokkuð svona mál til mín þar sem að einhver á að vera sáttasemjari eða eitthvað og leysa þetta allt og svoleiðis og þetta myndar rosalega mikla togstreitu, spennu og þetta gerist ekkert alltaf bara jólin, svo sannarlega ekki en þetta gerist stundum þarna og hérna og það verður svo þetta er svo leiðinlegt og þarna skapast oft ég kem ekki í jólabóðið, ég ætla ekki að mæta. Þú eru nú að tala við hana Stína og svo hún mæti í jólabóðið eða skilur þetta er. Já, þetta er, við þurfum að vera duglegir í því að vera ekki að koma með vandan okkar eða sársaukinn okkar og láta hann á borðið og ræna alla tilfinningalega öryggi, sko, á jólunum. Já, og líka ekki vera að draga við þriðja linni að leysa þetta bara, ræðið saman, hittist talið, ekki draga fólk inn í svona. Já. Því að það er aldrei góðsviti, sko. Ætlum við ekki að tala bara um jákvætt? Þetta er jákvætt, þetta er bara, Já, lausnin er jákvæð við þetta, ok? Já, lausnin er jákvæð í þessu og það skipuleggja að jafnvel bara, ef það er búið að vera eitthvað erfitt, skipuleggja bara tíma sem sitið og hlustið á hvort annað og æfi ykkur í virkri hlustun. Hvernig viltu hafa jólin og hvað finnst, ef þið finnst ef það er eitthvað sem heldur ég myndi segja rosalega 90% af öllum ágreiningi er misskilningur, það sem við erum ekki að heyra að skilja í hvort öðru hvort þið er, sko. Já, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Og svo skiptir náttúrulega öllu máli að þegar maður er að takast á við maka sinn að ná að hafa rétt fyrir sér. Það er alveg rosalega geggjað, sko. Það er alveg, ef ég get bara haft rétt fyrir mér og þú hefur bara rangt fyrir þér. Ef einhver ætlar að stoppa hlustunum, ekki stoppa. Þá er svo geggjað að ég hafi bara rétt fyrir mér og þú hafi rangt fyrir þér. Já, þá líður þið betur. Þetta verður svo gott. En þetta er bara, eins og að vera að spila fótbolta og skora sjálfsmark. Að vera að velta fyrir sér hver hefur réttara fyrir sér. Af því að ef ég hef réttara fyrir mér og þá er þú rangt fyrir og þá líður mér vel og þér illa og ég er svona, hrókafullur, já, gagvart þér, gagvart makanum. Það er bara eins og að vera að spila á móti sínu eigin liði. Já, samanlega. Og það er
þú veist, en það alveg eðlilegt að stundum dettum við í þetta, skilur, í Já, samskiptunum okkar og einhvern já, já. veginn. Við þurfum að vera fljót að komast upp úr þessu, af því það aldrei gott einhvern veginn að vera að spá í þessu. Þetta Sko, aðgreinum okkur þarna. Við þurfum ekki að vera sigurvegarar heima. nei, við ættum alltaf ekki að vera, við erum alltaf eitt Liverpool-masti. En sko, Teddy talaði um þetta einhvern mann, hvort ég las grein eitthvað svona í kringu jólin eða eitthvað, hann sagði sko, í stressinu, í streitunni sem að fylgir þessu, þú veist, þessum fullkomnu jólum eins og það eiga að vera, eða þú veist, við höldum eiga að vera, þessum það eiga náttúrulega ekkert að vera, þau eru bara að vera góð, en sko, að þá gerist þetta oft á milli hjóna, að það verður svo mikill ágreiningur og við höfum alveg talað um það er aldrei meira að gera hjá okkur enn í desember, Nei, þú veist, og og það um að gera taka líka á hlutunum fyrir jólin. já, en að því Ef þú talar um á sko, þessa virka hlustun, já, að þá þarf stundum líka það þú segir að æfa sig í virkri hlustun. Sumir bara þurfa að æfa sig í og eða bara læra að taka samtalið. já, akkurat. Því að það oft enginn að taka samtalið, eða bara svona hitt eitthvað, þú veist, eða þegja í hel eða þannig að þú veist, við þurfum líka að læra að taka samtalið Bara og krossa í virka fingur. hlustun. Já, nei, það Vonum, þetta gangi yfir. Já, bara hugarorkan hérna, hvað fjastringin unnus? Já, nei, það virkar ekki. Þannig að Svo þessi sameiginlegu verkefni sem að stuðla að tengslum, að sé ekki þrýðningur og svona. já, Gera saman piparkökuhús. Ég veit mhm. ekki hversu oft við höfum gert piparkökuhús og ekki gert það, sko. Nei, en þetta góð hugmynd Þetta og góð hver hugmynd. veit nema við löndum henni, við höfum nú alveg landað henni, við höfum með 2 í fyrra, Já, sko. við höfum alveg gert það, en ég hef oft Já, gert það, ekki gert veit, já, ég veit það. En svo það líka þetta með að skreyta saman jólatré. Já, Gera það eitthvað hef, það þetta að gera það. já, Setja jólalögin á, setja sig í gýrin, maður. já. Hvað uppáhalds jólalagið? Já, ég ætlaði að spyrja, hvaða jólalag setið þið í gýrin? Þarf að spyrja mig. Ef ég nenni. Þetta bara, sko, og náttúrulega textin alveg eitthvað algjörlega fáránlegur, Já. en þetta lag, þetta ítalska lag, eins og flestu öll jólalög eru, að þetta, og bara Helgi Björns, ég hef reyndað að sé þetta einu sinni, sko, ég hélt að enginn geti toppa Helga Björns í þessu lagi, en svo sá ég, það þess að 3 hana, Jón Jónsson, Páll Rósinkrans, og hvað heitir hann það uppáhalds íslensku söngvarum minn? Fara mér? Sigurður, Já, Eyþór. Eyþór. Taka þetta, ég reyndi að sá bara í vídeo, ég fór ekki á tónleikana, hjá honum Bjögga Já. Halldórs. Það var Vá. stjórnlega. Þetta uppáhaldsjólagið mitt. Við vorum á Ítalíu daginn og að hlusta á íslensk jólalög sem voru ítölsk dægulög. Vinnur okkar, þetta var mjög áhugaverð. Já, þeir hlógu mikið af þessu. Þau voru bara, þetta jólalag hjá ykkur. Við sko eigum bestu íslensku lögin, nei já, þau eru ítölsk. Við Víkingaklappið, það ekkert íslenskt. Ekki? Nei, sem fór Skotlandi eða eitthvað. Nei, hættu Jú, víst, og með þessar kleinurnar, íslensku kleinurnar. Það eru Nenni ekki, við erum aðeins að lefa okkur að vera í þjóðastoltinu, það eru kostningar bara. Íslenska rollan, hvaðan kom hún? Kom hún ekki með einhverju skipi frá Noregi? Íslenski hesturinn. En sko, hvað upp á leiði? Hvað kemur þér í gýrin? Það sem kemur mér í gýrin einhvern veginn bara, það ekkert eitthvað eitt lag, sko. Það jólalega listin bara. Er ekki lagið þitt, þig hrífu skaft og tré? Ég fíla bara hafa jólatónlist á og vera að skreita og svona, minnst það gaman. Já. Fjárhagsleg streita á jólin, maður. Staða fólks alls konar, maður. Ég veit það, og hversu sorglegt það? Það erfitt og sérstaklega núna í þessu æðislega vaxtarumhverfi sem við erum í núna. Ég veist að ég bara, það brýtur hjarta mitt að vita að það sé fjölskyldur þarna úti og börn þarna úti sem að, þú veist, að jólin ömurleg, sko. Og við hefum nú einhvern tímann gert það, oftar en einu sem 8 en 2 svar, þú veist, en einu sinni fórum við alla leið. Við fengum bara eitthvað með okkur í það og völdum bara eitthvað eina fjölskyldu. Já. Og keyptum bara, hvað var ekki, PlayStation 12 fyrir börnin og ég veit ekki hvað við gerðum ekki, bleiur og allt rastið og
Já, gaman. Já, og svo bara seinna meir þegar þessi fjölskylda átti smá pening þá launuðu einhverjum öðru það tilbaka, sko. Já, Kannski ekki alveg svona, en það ekkert allir sem ekki þetta, en við gátum þetta ekki ein, við nei. fengum alveg marga með okkur í þetta, en þetta, þú veist, allir geta gert eitthvað. Já, það er nefnilega, það er svo, ég held að samfélag okkar verði aldrei gott með einhverjum stjórnmálum eða einhverjum pólitíkusum eins og við erum alltaf að kjósa og það á einhver að gera allt betra fyrir einhvern annan. En ég held að samfélag okkar verði gott ef við förum öll að huga að náungan. Mm. Þú veist, ef við þekkjum eitthvað sem að vantar aðstoð að lauma bónuskortinum innum lúguna hjá þeim. Það er ótrúlega gaman. Já, og Já. bara, þú veist, oft er gott að gera þetta bara þannig að því fólki kannski líður illa að taka við þessu og það er náttúrulega, maður þekki það sjálfur bara frá því að maður var yngri og svona, þú veist, að þetta getur gert jólin miklu betri og einhver eitt svona, þú veist, hjálpar einhverjum Já. og það er líka, ég meina, það er alls konar hægt að gera, ég meina, við getum gefið eina gjöf ef við erum fjölskylda á mann, einn velur bara einn í staðan fyrir við sem að gefa öllum gjafir og að þetta snýst meira um þessa samveru heldur en gjafirnar, sko. Og það eru margir sem gerir þetta, ég menn sjáðu bara jólatriðan í Kringlunni í Smáralind, gjafirnar sem er sett að það er Já. Það er bara dásanlegt og ég segi, þú veist, ef maður á að auka pening, þú veist, og maður á hann bara, Já. tökum þátt, við skerum þetta geggjað, og hérna, þú veist, það er eitt á reynu, við tökum þetta ekki með okkur þegar við förum, sko. Við getum gefið líka upplifanir, gefið fólki ykkur upplifun í jólagjöf í staðan fyrir, þú veist, eitthvað sem kostar eitthvað ótrúlega mikið og hérna, eitthvað handgert, búið eitthvað til, gert eitthvað fallegt, skrifa eitthvað fallegt. Við fórum alltaf þannig fyrir börnunum. Já, það er gaman. bara gaman, sko. Þannig að við erum ekki láta fjárhagslegu streituna ræna jólunum, sko. Nei, og ekki einhvern veginn ætla okkur of, en þarna kemur þetta sem við talum áðan, þú veist, svolítið þessi pressa, þessi samfélagslega pressa. Já. Og maður heyrir þetta oft í skólunum hvernig þessi jólasveinar einhvern veginn ruglast á heimilum og gefa svolítið meira á einu stað en öðrum og hérna, veist, nú til dæmis eigum við litla stelpu sem var 9 ára núna í nóvember og það er afmæli, veist, hún svo einu nóvember, svo bara eitthvað 10 börn í desember. Já. Og það er allir bara, þú veist, foreldrar búin að sammælast að það er bara 500 krónur í gjöf á mann, þú veist, sem hverju barni gefið. Sko það verður rosa gott ef jólasveina getur saminast þarna um að hafa bara eitthvað svona svipað, eitthvað þak, en sko við mögum heldur ekki tína okkur í þessu, þú veist, að þurfa að gefa alltaf bara eitthvað brjálæslega dýrt og flott og, þú veist, og koma okkur í eitthvað vandræði, þú veist, að þetta snýst svo miklu meira hugurinn sem er á bakvið og ef við gerum það að því. Við þurfum að fara að spýta í 2 atriði eftir þetta, hann jafnvægi á tímanum okkar, þú veist, að leggja áherslu á gildi gæðatíma fram með magn og líka við erum sveigjanleg, ef við erum með samsettar fjölskyldur, við erum sveigjanleg, ekki vera með vesen. Þetta er minn laugardagur. Nei, við erum bara sveigjanleg, það eru jólin og leifum bara, þú veist, öllum að hafa gaman og þú veist, þetta er oft erfitt, sko, það er oft erfitt eða við erum ekki sveigjanleg þarna, ekki? Jú, ég segi að þú sagðir að jólin eru hátíð barnanna, ég segi þarna náttúrulega bara það, þú veist það, ef þetta er samsetting fjölskyldu, bara börnin ganga fyrir þetta. Og koma bara, þú veist, og líka bara, þú veist, ef þú nennir ekki að fara eitthvað, faraðu bara stutt. Já. Fattarðu, þú veist. Og ef þið langar það enga veginn, þá má sleppa því. Já, það má líka. En þú þarft ekki að fara og vera allt í jólaboði eða finnst leiðilegt að hanga eitthvað langt fram á kvöld einhvers staðar. Þú mátt koma stutt. Það má. Og þannig að, þú veist, það er svona... Uppáhaldi mitt næst, segðu. Hvað er það? Eftir þessu gæðatíma ástunum. Já, sjálfsumunum. Já, self-care. Já. Já, einmitt, taka sér líka frá fyrir sig. Já, vera góð við sig. Já. Það er ótrúlega gott. Fíl í þetta. Og jóladagskráin, gera hana bara skipuleggjana saman sem fjölskylda. Hvernig ætlum við að hafa þetta? Já. Ætlum við að vera í náttúttum, ætlum við að vera þarna, hvað ætlum við svo bara, þú veist. Já. Hvernig verður þetta, hvernig verður hitt. Og passa skipuleggja líka þess að hafa tíma fyrir okkur sjálf. Einmitt. Ekki að týna okkur í þessu. Einmitt. Svo er þetta með minningarna bara.
Það góða við lífið er að við getum búið til nýjar minningar. Spáðu hvað það er magnað, sko. Þú veist, ef þú átt ömurleg jól og getur átt næst góð jól. Já, það er alltaf hægt að plana þannig, sko. Já, þannig að tökum þátt í athöfnum sem stuðla að jákvæðum tilfinningum, taka myndir, tala um hvað er gaman. Það er rosalega mikilvægt að tala um það sem okkur finnst gaman. Sammála. Ef við gerum það ekki, hvað þá? Já, þá telst það ekki með. Þá telst það ekki með, maður. Nei, orðin þurfa að koma út, það er ekki nóg að hugsa. Við verðum að setja það út og það er náttúrulega bara dásanlegt og svo kannski bara, þú veist að þú talar um, þú veist að gera þetta dagatal og eitthvað svona. Að líka þetta, þú veist, að vera ekki of sko strikt á því. Ég er ekki með alveg rétta íslensku orði og eitthvað búin að gera grína með það en þú veist, að vera líka, þú veist, hafa svona rými fyrir spontaneous, hvað er það? Svona, já. Sjálfsbrottið. Já, hafa rými fyrir það, af því að það er oft líka mjög skemmtilegt. Já, og það er líka bara rannsókn sem segir það að mikilvæg jákvæðar tilfinning og þáttöku athöfnum, eitthvað sem við gerum saman. Já. Það er ótrúlega mikilvægt sem fjölskylda og það gefur betri upplifanir. Og oft eru bestu minningarnar sjálfsbrotnar, sko, en það krefst þess að við þurfum að vera á staðnum. Já, akkurat. Annars missum við að þeim, sko, við getum mistað af alls konar, sko. Við bara missum á og það sem gerist þegar við missum að við sko getum búið til þessum einhverjum tengslarof. Sko Gottman rannsóknir sem er stærsta pararannsókn bara ever, þau tala um svona BIDS, boð, tengsl. Já. Þegar kannski við sitjum saman og ég segi Baldur sjáðu sérðu fuglinn, skilur, og ef þú ert bara svona, horfir símaðinn og horfir ekkert á mig, eins og þetta gerir núna, þá missur af tengingunni. Akkurat. Þannig að ef maður er á staðnum, ég segi Baldur sjáðu fuglinn. Já. Og þú horfir á fuglinn og segir, já, ég sé hann, það er svona lítill, að þá eru búin að tengjast. Akkurat. Þannig að þú veist þetta, þú veist að tala þú veist, stendur eitthvað, spilakvöld, þú spili borðspil saman, minningabók, setji saman bók með myndum og frásögum frá jólunum. Þú veist, þetta er allt tengsl. 100%. Þannig að tengsl skiptir rosa miklu máli. Já, og það er þess vegna mikilvægt fyrir staðan. Akkurat. Ég var að hlakka til jólana, maður. Já, já, ég líka. Ég hlakka til jólana. Ég hlakkast til. Þetta er náttúrulega algjör, þetta er geggjugjöf. Já. Til maka, svona frá jólasveinunum. Já, ég bara gefa pörum undir jólagjöf. Já, gefa mamma og pappa jólagjöf. Má segja þetta? Gefa einhverjum pörum. Já, ég menna bara. Ná, ég spurum eina. Ég er að gera það. Þáttu með þetta, maður. Ég er spenntur. Ó, ég ætla að vona ég reyndi ekki að spurningu frá þetta. Þetta gerði þetta bara hvað á viku eða hvað? Já, það er skemmtileg. Hvernig sérðu framtíð okkar fyrir þér? Ég sé framtíð okkar í mikið af ferðalögum. Já, takk. Mikinn hita. Akkurat. Ég sé framtíðin okkar bara vaksa í þessu og halda áfram að ferðast mikið og eiga góðar stundir með fjölskyldunni og svoleiðis og fleiri krús svona eins og að vera uppselt á hjá okkur. Ef þið ætla að koma með þá þurfum við að fara að drífa ykkur í að senda okkur mail. Þetta er hræódýrt, það er frá 430 fyrir parið upp í 500 og eitthvað. Nei, þetta er bara þess að 410 upp í 500. Já, sem er skipið bara frá Barcelona og núna í dag keypti ég miða fyrir okkur til Barcelona af því að það kostaði bara 60.000. Akkurat. Af því það er eitthvað Porsche-sykja. Black Friday dæmi í gangi. Já. Hvað gerir þig að góðum maka, Barbara? Hvað gerir? Þig? Mig? Að góðum maka. Hvað sem ég fengi? Dróð ég þetta sjálf? Ég get svo svarið fyrir það. Heyrðu. Það er bara því svo skemmtileg. Já. Það er svo gaman að vera með mér. Á milli þess að ég getur verið mjög leiðileg. Aha, þá getur verið, já, ég er svona. Það getur verið mjög, þegar kalt í veðri, þá verð ég bara átómatist aðeins leiðilegur heldur en ég er vanlega. Já. Maggi með þess að tæknumæður, hann sagði, ég er sammála. Já.
Herru, þá bara Það var- hlökkum við til að hérna, heyri ykkur aftur setna, við verðum hérna aftur mjög brálega og leikurinn, Fylgist með, þetta kemur á Facebook og Instagram og Imbagram út allt maður. já, og og ég er eiginlega alveg sannfærð að þessi maður sé ekki hættur að safna vinningum í þetta, þannig að ef ég þekki hann rétt Nákvæmlega. gæti lum og einhverju svona örlitlu Nákvæmlega. þannig já, þetta var gaman, nú er það búið. Takk. Lausnin fyrir þig.